Og það nú bara einmitt það sem að gerast í þessum töluðu orðum. Þá eru þau að fara að kynna meiri hluta samstarf Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins. Þarna eru við komin inn á vísisvaktina, dreifðu til tíðinda, svo skrólar niður, það eru nýjustu fréttir eru þarna í glugganum niðri. Það verið að sigla út í Viðey akkurat núna og borgarfulltrúar streyma þangað ásamt fjölmiðlafólki, vonir á múg og margmenni á svæðinu. Meiri sé að Magni Gná, fyrsti varaborgarfulltrúi Framsóknar verður þarna, en Framsókn náði bara einum manni inn í kosningunum, segir hérna á Vísi. Það sem sagt búið að ákveða það, eins og sjáðu þarna, klikka á þessa frétt, eða stækkum hana aðeins. Þetta sem sagt, þetta staðan. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynda meirihluta, nást þau samkomulag milli oddvita þessara 3 flokka að mynda meirihluta í Reykjavíkurborg. Það var náttúrulega komið í ljós í gær þegar hringt var í Ara Edvald að hann hafði ekkert heyrt í Hildi Björns alla helgina og þá var svona endanlega orðið ljóst í hvað stemdi, þó við náttúrulega vorum búin að tala um þetta og þetta var reynunuru. Það var ljóst fyrir kosningar. Já, við vorum þetta með þátt á mánudeginum eftir kosningar og þá vissum við þetta í raun og veru. Bara af því að hlera svona fólkið í kringum þessa hópa og að það var ljóst að, sko, og auðvitað náttúrulega var það kýrskýrt að fyrst að það var ekki bara tilkynnt á sunnudeginum eftir kosningar. Það eru bara, sjálfsögðu, við erum bara að fara í samtal núna við miðflokkin. Já. Við náðum hérna meirihluta, þannig að við ætlum að sjá hvort við getum ekki myndað hann á grundvelli þeirra stefnumóla sem við talaðum í kosningabaráttunni. Þá strax fóruðu einhvern veginn að blanda Viðreisn inn í þetta sem var alger óþarfi og þá veit maður bara að viljinn stóð ekki til þess að mynda meirihluta með miðflokki. Það eins og einn góður maður sagði sem að sendi mér hérna núna rétt í þessu, sendi mér hérna, þegar á reynir þá snúa þeir baki við hægri hugsjónum sem þeir segjast halda upp á til að geta frekar drukki hvítvin með rúffólkinu sem þeir þrá innst inni að fá viðurkenningu hjá. Rúffólkið hatar sjálfstæðismennina regardless, þau bara þegja það tímabundið. Já. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikið hérna feil hjá henni Hildi. Sko, það tökum líka bara hana fyrir 4 árum sem er bara klárlega átti hún að vera borgarstjóri. Já, stærsti flokkurinn þá. Það var að Viðreisn sem segir henni að fokka sér. Já. Og hún ætla núna bara að taka, þú veist, og sko Viðreisn er sko miklu líkar í Samfylkingunni heldur en Sjálfstæðisflokknum, miklu líkar í Pírötum 100% heldur en Sjálfstæðisflokknum, skilurðu. Þannig að ég fatt ekki alveg hvað Hildur er að spá og farið utan það, þá er alveg augljóst að Framsókn var algjörlega hafnað í þessum kosningum, fylgishruni þeirra var mest af öllum. Algjört. Þannig að þetta er svo, ég ætla ekki að fara í samstarf við flokknum sem er líkastu mér, sem getur látið mig fara að gera þessa hluti strax sem ég vil gera. Ég ætla frekar að fara í, nú nota ég orðið sem fyrrum kollegiðinn hatar, vókið, ráða. Algjörlega. Það er bara þannig. Það er bara staðan. Og algjör svik við kjósendur Sjálfstæðisflokksins eins og við fórum yfir síðasta þætti. Það er engin kjósandi Sjálfstæðisflokksins sem að setti atkvæðið í kjörkassan og hugsaði að ég ætla að greiða Hildi Björnsdóttur og Sjálfstæðisflokki atkvæðið mitt og ég ætla að vona svo sannarlega að hún vinni til vinstri þegar hún fær til þess nægilegt fylgi til þess að stýra meirihluta. Já, velji mest vókflokkin með sér og vinni meira til vinstri. Það er sem ég vill. Já, ok. Engin. Það er sko, Sjálfstæðisflokkurinn var kosin til þess að leiða breytingar. Já. Og þá tekur hann inn í meirihluta 2 flokka sem hafa verið viðlóðnir með einum öðrum hætti. Allt þetta skaða starf sem að Dagur B. Eggertsson hefur unnið á Reykjavíkurborg. Já, og pældi líka þú veist, það er ekki eins og verið að reyna að láta líta út fyrir hún hafi einhver reynt að tala við miðflokkin. Og satt svo bara, það gekk bara ekki upp. Það var bara, þetta er svo augljóst, þetta var ákveðið fyrir, þú veist, þetta er ákveðið fyrir kosningar. Já. Ég held að þegar það eru að skoða kannannar, herru, við eigum eftir að geta myndað meirihluta og þurfum hugsanlega að taka bara einhvern einn með okkur, það er ég tala um Björg og Hildur. Það er raun og verið sást þarna í síðustu kappræðunum fyrir kosningar á föstudagskvöldinu. Og síðan auðvitað strax daginn eftir á sunnudeginum þegar þau komu glaðhlakkaleg í sjónvarpsviðtöl og þá var svo augljóst einhvern veginn að Björg, Einar og Hildur voru búin að ræða þetta. Það er bara því miður. En veistu hver hlær allarlega í bankan með þessu?
Simmi D Já. það verður bara, það er bara fullt af kjósendum að fara úr sjálfstæðarflokkur í miðflokk í næstu þingkosningum sko. Já, klálega og það þú veist, auðvitað er pínu súrt einhvern veginn að fá ekki miðflokkin inn í meirihluta í Reykjavíkurborg til þess að þú veist, taka á þeim málum sem virkilega þarf að taka á, það er að segja aðalega það rekstur borgarinnar og það þarf að segja upp starfsmönnum hjá hinnu opinbera hjá Reykjavíkurborg og það var tækifæri til þess með að hafa miðflokk og sjálfstæðisflokk saman þá hefðu þeir engar afsakanir eins og sjálfstæðisflokkur er yfirlega með þegar hann er í meirihluta samstarfi með öðrum vinstriflokkum og segir hann við gátum ekki framfylgt þið veitir hvernig þessi stjórnmál eru, við getum ekki framfylgt öllum okkar málum því að við erum að gera málamiðlanir með flokkunum sem við erum með í stjórn sko. Og með því að mynda meirihluta með miðflokki þá hefur ekki þurft að gera eiginlega neinar málamiðlanir á sínum málum. Það er algjörlega geta fengið allt í gegn. Þannig að svikin eru algjör og ég er að sjá bara núna strax bara rótgróna sjálfstæðismenn vera kvart yfir svo á Facebook sko. Bara hvað er það að gera, skilur Það er einn rótgróin sjálfstæðismaður að senda mér manni getur fundist alls konar flokka við erum með á móti A, B og C en lýðræði er lýðræði og skilaboðin voru óvenjulega skýr þetta árið að fólk vildi þessar breytingar sem það er ekki að fá með þessum meirihluta en eins og ég segi sko, það er auðvitað pínu súrt fyrir miðflokkin að vera fyrir utan þetta en eins og þú segir Ingimar að þá þýðir þetta ekkert annað en að miðflokkurum mun halda áfram að rísa núna í fylgi og skoðanakönnunum og síðan í næstu alþingiskosningum sem að er kannski bara betra því að þú veist auðvitað það er hættið því ef að miðflokkurinn hefði farið í borgarstjórnar meirihluta núna að þá hefði svona, það er svo alltaf þegar flokkur er komin í valdastöðu að þá dregst fylgi saman og hann fyrir að mynda sér fleiri óvinni heldur en fylgjendur. Þeir fara yfir 20% í næstu þingkosti. Það er alveg öruggt sko. Ég hef lengi spáð því að og þá hef ég verið að taka svona með við þróun umræðunar í allri Evrópu, Bretlandi og Þýskalandi og svona þess að þessi flokkar alltaf vera stærri og stærri þeir sem er að tala af skynsemi útlendingamál og svo framvegis. Ég er alltaf spáð því að það þróun stjórnmála hér á Íslandi verði svo að Sigmundur Davíð og miðflokkur verði með Pálmann í höndunum verði jafnvel stærsti flokkurinn á Alþingi áður en við vitum af í raun og veru og þetta, það er að segja þessi kveldskita sem er eiga sér stað í borginu núna er bara að fara að auka líkurnar á því. Það er svo sem ágætt sko. Hvað segir Jakob Bjarnar þetta er blaðamannarauninu. Fyrir viku svöruðu allir í síma, reyndar var offramboð á skoðunum, en síðan kjörstaðir lokuðust, hafa dyr lokast hægt en örglega og nú tekur varla nokkur maður síman. Þetta segir okkur þá einföldu sögu að pólitíkusar vilja nota fjölmiðla og þar með almenning eins og dyramáttur. Þeir eru þegar að öll er á botni hvolft fyrst og síðast varðfundar kerfisins. Hvar í flokki sem þeir eru? Fólk ætti að hafa þessa staðrind á bak við eyrað. Það er sem að þekkir, það er mjög auðvelt að fá aðgengi að stjórnmálamönnum áður en að kosið en svo þegar að búið að kjósa þá eru þeir bara sínir eigin herrar og þeir þykjast ekki þurfa að svara til neins. En hún er ekki að fara að gera neitt strax sko. Nei, nákvæmlega. Bara, ég veit ekki, ef hún ætlar að fara heldur að hennar Björg og Viðreisn því að ef Hildur segir, ég ætla bara að loka mannréttindastofu, þetta er heldur að þau séu bara að fara, yes, það er ekki verið að gerast. Nei. Og heldur að þau séu að fara að samþykja breytingar á samgöngusáttmálunum. Við getum gleymt Suðurlandsbrautinni núna. Já. Suðurlandsbrautin er bara komin undir. Og þú veist hvað það þýðir? Það þýðir meiri umferð á Háaleitisbraut. Já, nákvæmlega. Mín gata. Ég brjálaður. Sem er barnahverfi. Já, en eins og ég segi, þetta var fyrir séð og ég veit, þú veist, að við höfum eftir að fá frekari tíðindi frá þessu. Ég er nokkuð vissum að miðflokkurinn hafi fengið þessi Ari Edvald á fundum með Hildi Björnsdóttur hafi hann fengið þar mjög misvísandi skilaboð. Ég held að Hildur hafi verið að leika 2 skjöldum alveg þangað til núna á föstudaginn þegar hún hætti að tala við Ara. Já, er það málið? Já, svona
Var hann kokkraustur með þetta? Já, mann skildist það sko og margir miðflokksmenn sögðu bara, það bara útilokað annað en þetta verði stjórn Sjálfstæðisflokks og miðflokks. Já, það bara banabiti fyrir Sjálfstæðisflokkin og Hildur ekki að tala þannig á þessum fundum. Þannig að hún hefur eflaust leikið tveimur skjöldum sem að, sko, Veistu hvernig hún að fíbla mest með því? Það kjósendunum. Já. Ef hún að segja eitt og þetta opinberlega og allir bara ok, hægri, ok, let's go, svo bara herri, FU. Þetta bara fyrst og fremst kjósendur Sjálfstæðisflokksins sem að fá lúðurinn núna. Já, þeir sem sagt byrjuðu þessar viðræður á mánudagsmorgun, annan í Hvítasunnu. Tóku mánudag og þriðjudag í að semja þetta og eru sem sagt búin að ákveða. Ég held, sko, fyrstu fréttina núna í morgun þegar ég sá þetta núna eða fyrir 30 mínútum þá held ég kannski að þetta getur verið meira þetta viðræður sem að gætu runni út í sandin, segi ég. Þetta er bara ákveðið. Þetta er ákveðið. Þau eru búin að semja þetta. Þau byrjuðu þessar viðræður á mánudagsmorgun, tóku mánudag og þriðjudag í að semja sáttmálan og eru tilbúin með hann stjórnarsáttmála þessa meirihluta. Eins og Hildur sagði að þau eru vel sko kunn persónulega og eru vinir. Það er að segja þetta tríó og það er svoleiðis. Já, það er svolítið þannig og þau Einar og Björg gamlir samstarfsfélagar bæði á RÚV og í borginni þar sem að Björg var aðstofamaður Einars og þetta er svona byggt meira á því heldur en pólitískum áherslum og vilja kjósenda. Vilji kjósenda er aukaatriði þegar vinir koma saman og ákveða að taka yfir borgina. En Sjálfstæðisflokkurinn er að taka liberal hluta sinn inn í þetta meirihluta samstarf og það er það sem er ofan á. Ég sé bara ekkert mikið mun á Sjálfstæðisflokki og Samfylkingunni. Ef ég á bara að vera alveg heiðarlegur, þú veist, í gjörðum, þú veist, sé voðalítið mun, kannski hvað þið segja, þú veist, er allt annað. Það er það sem að hefur sko verið Sjálfstæðisflokknum sko banabiti síðastlina ára, hann hefur verið allt og mikið bara svona sósíaldemokrat flokkur í ættu Samfylkinguna og það er ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í brekku síðastliðin ár. Og þarna hafði hann tækifæri til að sýna hinar hliðin á sér en ákveður að gera það ekki. Það er nóðum það. Við þurfum ekki að ræða þetta frekar í þessum þætti í bíli allavega en það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast. Og og svo verður kjörtímabilið áhugavert og þetta er einhvern veginn eins og við sögðum áðan bara ávísun á það að miðflokkur muni halda áfram að vaksa sem er svo sem ágætt í sjálfu sér. En Ari Edwald hefur lætur hafa eftir sér ákveðin svik við úrslit kosningana. Hann telur nýjan borgarstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar ekki verið í samræmi við úrslit nýjastaðna kosninga, það er rétt. Það séu raun svik við kosningarnar að Sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki. Og það er líka rétt, sko, einhvern veginn. Það er ótrúlegt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki farið fyrst í viðræður. Og sagt síðan bara, við tölum við Ari Edwald en við komumst að því að þeir eru ómiklir rasistar og nazistar og þeir eru ómiklir transfópar til þess að við getum unni með þeim. Já, ekki einu svona leikrit til að, veist. Nei, einmitt. Þannig að maður veit að hún var ekki heiðarlega í auglýsingaherferðin sinni að það sem hún sagði fyrir kosningar og hún var búin að ákveða hvað hún ætlaði að gera. Já, einmitt. En meina, þú veist, hver er líka að kjósa Sjálfstæðisflokkin? Er þið ekki búin að læra? Einmitt. Þetta sagði eitt góðu félagi minn gerð sko, hann bara, þú veist, þegar ég var að tala um hægri flokkar, myndi skera niður kostnað og byrju hægri, þú veist, þú ert að tala um almennt þú ert ekki að tala um Sjálfstæðisflokkina. Það er nákvæmlega. Það á ekki við Sjálfstæðisflokkina. Nei, hann er ekkert það, þetta er bara. Og Ari er spurður hvers vegna heldur þú að miðflokkur verði ekki meirihluti í borginni? Já, ég held að það sé vegna þess að forysta Sjálfstæðisflokksins í borginni hafi haft meiri áhuga á því að vinna til vinstri og hafi haft meiri áhuga á því að vinna með Viðreisn, jafnvel þó að áherslu til dæmis Viðreisnar í mikilvægum málum, segjum til dæmis varðandi borgarlínu, hafi verið algjörlega andstæðir við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn var að segja. Með öðrum orðum, þeir vilja frekar skála í hvítvinni með RÚV fólkinu sem að þráir að fá viðurkenningu hjá. Heldur en að vera trúr sínum hægri hugsjónum. Já. Og þau gera þetta þrátt fyrir að RÚV liðið hati Sjálfstæðisflokkin en þá trúir Sjálfstæðisflokkurinn að hann fái einhvern veginn að vera í náðinni
hjá Gísla Marteini og Rúfliðinu með því að gera þetta. Já, þetta er skammar. Já, þetta er það. Og sjáum hvort að MBL segja eitthvað um þetta já, Sigmundur Davíð segir að það hefði verið algjörlega augljóst í hvað stemdi. Sigmundur Davíð setur myndum meirihlutans í samhengi við fund Alþingis í gærkvöldi þar sem að til umræði var tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Evrópusambandið, segir hann að augljóst hafi verið í gærkvöldi í hvað stemdi þegar að þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar hafi allir tekið sig af mælendaskrá málið. Hversu vitlaust er efstu toppanir í Sjálfstæðisflokknum? Ég skil það ekki. Nei. Það hljóta, þú veist, að við vorum að segja þetta fyrir kosningar, við vorum að segja með eitthvað Hildur að segja núna já, við vinnum ekki, þú veist, hún er bara undirbúið jarðveginn fyrir að vera ekki með Miðflokknum, skilur við, hún var búin að ákveða fyrir kosningar, hún ætlaði ekki að fara með Miðflokknum ef hún gæti sloppið við það, þú veist, en sjá þeir ekki toppanir hjá Sjálfstæðisflokknum og spinndoktorinn sem þar og þeir sem eru að, þú veist, grúska, að þetta mun hafa svo neikvæð áhrif á næstu kosningar hjá þeim og Hildur er ekkert að fara að taka held ég, já maður veit reyndar ekki, en ég myndi halda að það væri ykkur pungur eftir í ykkurum í Sjálfstæðisflokknum, þá er Hildur ekki að fara að vera, þú veist, það er ykkur að fara í baráttu gegn henni að líta Sjálfstæðisflokkin næst í borginni, ef það er hægt. Ég meina, hún er að svíkja bara kjósendur sína. Hver verður trúveruleiki Sjálfstæðismanna í næstu þingkosningum, þó að hún þykist þetta eigi ekki við þingflokkin, að hann mun ekki vinna með vinstamönnum. Það er bara til miður Hildur Björnsdóttir tók hann trúveruleika og flössa á hann niður klóstið. Já, ég minna það þarf eitthvað, og svo skil ég ekki hvað Brynjar er að gera þarna, sko. Nei. Til hvers var hann, þú veist. Veistu það, núna er í raun og veru staðan svo að sko Sjálfstæðismenn maður þarf ekki einu svona að virða á viðlits. Nei, það getur. Það er ekki einu svona að reyna að tala við þetta lið. Nei. Það er bara, þú veist, þeir eru algjörlega farnir. Já. Það er bara það er ekkert sem að er hægt að ræða við Sjálfstæðismenn lengur. Þeir eru algjörlega marklausir. Já. Það er bara greinilega líka, það er bara einn hægri flokkur í Íslandi. Já, það er augljóst. Það er bara miðflokkurinn. Já. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.